Nú eru framkvæmdir í fullum gangi á Hólmavík þar sem verið að reisa fyrsta einbýlishúsið í bænum í 20 ár. Eigendurnir eru þau Halldóra Jónsdóttir, skurðhjúkrunarfræðingur og sjúkraflutningamaður og Sigurbjörn Rafn Úlfarsson, framkvæmdastjóri Hólmadrangs. Við litum inn í heimsókn til að taka stöðuna á gangi mála en stefnan sett á að flytja inn fyrir jól. Við þurftum náttúrulega að eiga heimahús þar. Það kom til að því maðurinn minn Sigurbjörn fekk vinnu hérna í Hólmadrangi. Og það henta okkur ekki húsnæði sem var til sölu og við erum líka frá svo sérlund að við getum ekkert búið hvað sem er. Það er nú vinnan þín sem að dregur í hingað á Hólmavík, þannig að það má kannski segja að þú sért ábyrgur fyrir þessu öllu saman hérna, þessu byggingu á þessu einbýlishúsi. Já, við hjónin allavega, já. Við erum komin hingað úr bænum og ætlum að setja sér að og þá var ekki vegi vikið en að bara slá í eitt svona hús. Þannig að við erum mjög spennt bara og erum bara á síðustu metrunum og flytjum vonandi fyrir jól. Verktakarnir sem koma að þessu húsi, hver eru það? Það er Trésmiðjan Höfði og þeir eru hérna á Hólmavík og bara eru fagmenni alveg í topp. Það segir ýmislegt líka bæinn að það sé verið að byggja hús, það er ákveðin merki jákvæðni og drifkraft. Já, algjörlega og bara frábært að fólk skuli taka ákvarðanir að byggja ný hús hérna á Hólmavík. Það hefur svo sem verið byggð núna undanfarin ár 2013 og 2007 ef ég man rétt. Þá voru byggð parhús og raðhús með raðhús með 3 íbúðum og þau eru búin að vera alveg full síðan og fólki. Hvernig hefur byggingin gengið hér? Hefur ekkert verið mál að finna verktaka, pípara, rafvirkja og alla sem þarf til þess að byggja svona hús? Nei, það sem við eigum ekki hérna, það sækjum við eitthvað annað. Og það er bara að koma ágætis menn að því. Hvernig líst þér sjálfur á að fara að búa hérna á Hólmavík? Mjög vel. Þetta er rosa langt þegar maður er fyrir sunnan en þetta er huglægt langt. En ef maður ætlar sér að sinna því og bara láta það ganga þá þetta verður ekkert vissinn. Þetta er mikil ákvörðun að byggja svona hús þannig að það er ótt að tala um framtíðar hérna. Já, það er nú kannski líka hægt að segja að við náttúrulega komum að sunnan og Garðabænum og þar áttum við einbýlishús og við erum að vona það að það er mikill munur á því að verða húsnæði hér út á landsbyggðinni og húsnæði í Garðabænum. Þannig að þetta mun fjárhagslega bara koma vel fyrir okkur að við verðum þá búin að lækka skuldir og jafnvel koma út á sléttu. Þú myndir þurfa að borga ansi mikið meira fyrir svona staðsetningu og útsýni í Garðabænum? Heldur betur. Já, ég ætla nú ekki að fara alveg í tölur en ég hugsa muni alveg nálægt að vera helmingur að verði. Trésmiðjan Höfði, hvað eru þið svona almennt að starfa við? Já, það er nú, eins og ég segi, fyrsta húsi í 20 ár. Hver eru verkefnin hjá ykkur? Við byggðum þessu hús sem ég myndist á áðan, sem 2007, en almennt er það mikið viðhaldsverkefni. Við erum ekki mjög margir, við erum 3 og 4 og það er mest viðhald og af öllu tagi á byggingum. Og það er alltaf nóg að gera? Það hefur bara alltaf verið nóg að gera núna undanfarin ár, já. Það er vont veður og einhverjir sjúkdómar koma svo sem í veg fyrir eitt og annað núna undanfarið en það er nóg að gera, já. Nóg að gera í okkur. Þegar íbúar og aðrir sjá að hér sé verið að byggja, já þá til að fá bakteríuna og fleiri fara af stað, eru komin næstu hús í kortin? Ekki sem er staðfest neitt, en maður vonar bara að það verði byggt meira. Það allavega hefur verið frekar skortur á húsnæði heldur en heitt hérna á Hólmavík. Hvenær eru áætluð verklok? Fyrir jól, flytja inn fyrir jól. Það er áætlað, eða það er öruggt. Og hvenær er svo áætlað að flytja inn? Daginn eftir þetta er tilbúið. Ég lærði frasa daginn. Það er mjög gott svar.